Nýútkomin þjóðhagsspá Greiningar Íslandsbanka heitir Efnahagur í aðflugi og sá titill nær nokkuð vel utan þá sögu sem sögð í spánni. Hagkerfið núna á seinni hluta hagsveiflunnar, má segja að það sé að koma inn til lendingar og svo mjúka lending sem hefur nú verið jafn sjaldséð og fólki hefur orðið tíðrætt hana í íslensku efnahagslífi, gæti orðið niðurstaðan að þessu sinni. Við erum að spá hægari vexti á spátímanum heldur en verið hefur undanfarin ár. Við spáum 4,5% hagvexti á þessu ári, 2,8% á næsta ári, 2,3% árið 2019 og það sem líka að gerast að heimilin eru að taka við hagvaxtarboltanum af atvinnulífinu, svo má segja. Í staðinn fyrir þjónustuútflutning og atvinnuvegafjárfestingu sem hefur borið hagvöxtinn uppi að miklu leyti síðustu ár, kemur vöxtur einkaneyslu og íbúðafjárfestingar. Einkaneyslan mun vaxa 8% á þessu ári og íbúðafjárfestingin 27%. Þetta eru háar tölur og til marks að heimilin eru komin í mun sterkari stöðu en verið hefur og þó að skuldsetningu aukist eitthvað eigum ekki von á að heimilin fari neitt fram úr sér í líkingu við það sem var hér á síðasta áratug. Verðbólga kemur til með að aukast en víkur þó ekki verulega að mati okkar frá verðbólgumarkmiðinu svo lengi sem gengi krónu gefur ekki verulega eftir og þrátt fyrir tímabundið meiri verðbólgu teljum við að raunvextir munu lækka nokkuð á komandi árum. Framtíðin því nokkuð björt að mati okkar en það auðvitað í höndum okkar allra að sjá til þess sameiginlega að það verði.